Því að nú þetta ekki bara á Íslandi, þetta virðist vera bara lenskan í öllum löndunum í kringum okkur, sem sagt bara ef við tökum England, Írland, Þýskaland, þetta var meira í Bandaríkjunum áður en að Trump-stjórnin komst til valda. Hvernig stendur á þessu? Nú eru valla allir þessir þingmenn bara svona rosalegi mannvinir og svona sammála að svona eigi að gera þetta. Við höfum smá skýringu á þessu og hún felst í einu orði sem hælisleitenda iðnaður. Og við Sigfús, við þekkjum þann og hann sérstaklega vel úr sinni vinnu sem dæmi. Og hælisleitenda iðnaðurinn þannig að, já, svo margar skemmtilega sögur, hann eitthvað sem að stiða þetta. Svo við getum tekið það eftir. En við skulum hafa það þannig að þegar að þú hvort þú í Sjálfstæðisflokk, Miðflokk, Samfylkingu, Vinstri grænum eða hvað það og varðandi hælisleitendur, fjöldin sem ég var að tala áðan, allar þessar þúsundir, þetta útheimtir húsnæði sem skortur á fyrir hinn venjulega Íslending í dag. Og eins og Sigfús benti á fyrir í dag á netinu að ég held að biðtíminn sé 3 eða 4 ári eftir félagslegu húsnæði, það ekki í þessum hóp. Þarna ganga hlutirnir mun hraða fyrir sig og það einfaldlega vegna þess að stjórnvöld eru með fólk í vinnu við að nasa upp í húsnæði, hringja og fara fram á samningaviðræður feita og góða leigu í langan tíma. Og við getum tekið sem dæmi iðnaðarhúsnæði hér í Reykjavík sem að útlendingastofnun, ég veit ekki hvort það var útlendingastofnun eða Reykjavíkurborg, tóku á leigu fyrir svona hælisleitendur. Þar var að ræða eitthvað 8 fermetra herbergi, settir 2 beddar í hvert herbergi voru 20 og það voru greiddar 140.000 krónur per haus. Já, 240 fyrir herbergið. Fyrir herbergið og það eru 4,8 milljónir í leigu á mánuði fyrir eina tiltölulega litla hæð upp á einhverja 120 fermetra. Og þegar þú fer að kveikja á samhenginu í þessu, þá verði ég að segja eina góða sögu. Út með hana. Ég var upp í Valhöll, áður en að ég nettist ekki lengur þar. Ég var þar með mjög góðu hópi fólks og við vorum að reyna að breyta stefnu Sjálfstæðisflokksins aftur yfir í það sem hún var. Og eftir að hafa verið þarna í 2,5 ár, þá sagði ég við mína vini þarna upp frá, vitið það, ég held að þetta sé vonlaust. Fyrir hvern eitt sem að hverfu frá, sem ætlar að hafa þetta hinn nýja, alúðlega flokk og fara gersamlega á svig við allar hugsjónir og stefnu flokksins til áratuga. Þannig að ég bara gæst upp. En áður en að sá tímapunktur kom, þá vorum við með fund. Ég fekk þar fyrirverandi dómsmálaráðherra Guðrúnu Hafsteinsdóttur til að koma og halda tölu fyrir okkur, laugardagsfundur svokallaður. Ég síðan að spjalla eftir hennar fund, bæði strax eftir fundin og síðan í kjölfarið á honum. Þá ég að spjalla hérna við 2 aðila úr viðskiptalífinu hér í bæ og benda þeim á hversu galið ástandið orðið. Þarna var ég alltaf að reyna að þrýsta á þessa lokun á landamærum. Við tækjum upp landamæri eftir tímabundið eins og allar þessar þjóðir gera, sem ég bent á. Og ég gaf þeim sem dæmi, þá voru þessi tímamóta akkurat á þessum tíma, að þá var túlka þjónusta fyrir hælisleitendur að rjúfa 1.000 milljóna múrin á ári. Og þeir sögðu við með að það gæti bara ekki verið, ég sagði kynnið ykkur að bara. Hálfu mánuði síðar hitt ég annan þessar aðila og ég spyr hann, varstu búin að kynna þér þetta? Já, veistu það, þetta var rétt hjá þér. Og hvað á að gera? Já, ég stofnaði túlkaþjónustu. Og ég sagði, er það grínast? Nei, hann bara einfallega stofnaði túlkaþjónustu og félagarnir náttúrulega held áfram að kaupa húsnæði til að splitta upp í einingar og leigja. Þess vegna mjög réttmælt að kalla þetta ekki hvað var það fólki sjálft sem að koma, heldur þá sem að sjá fram á gríðarlegan hagnað á stuttum tíma. Við þekkjum þetta, ég og Sigfús sem báði verið svolítið í fastnaðarviðskiptum, hann alltaf miklu meira en ég líka, og þegar þú getur keypt húsnæði og þú getur borgað það upp með leigusamning við útlendingastofnun eða í gegnum Reykjavíkurborg, alveg sama í gegnum hvað aðila það oft það bara útlendingastofnun sjálf, og ef þú getur greitt upp þetta húsnæði á innan við 2 eða innan við 3 árum, og þá ekki nema að vona að það sé allir hamingjusamir. Já, allir, já. Innan gæsalappa í þessum hóp aðila. Það að segja þegar einstaklingar eru reiðubúnir að gera nánast hvað sem til þess að græða peninga. Ég til dæmis, það vantar eitthvað gen í mig til að ég geti tekið þátt í svona,
en það eru bara því miður margir og margir sem hafa áhrif af því að þetta eru einstaklingarnir sem að þrýsta á þá sem er inn á þingi. Nú er ég ekki að tala um að þeir sem er inn á þingi sé að standa í svona en þrýstingurinn á þá frá aftur erum við að tala um fámennan hóp alveg svo á vinstri síðunni sem að nær fram ótrúlegum hlutum með ofur þrýsting og þessu verður við bara að breyta. Eins og við sögðum, íslenska þjóðin í fyrsta sæti, ekki braskararnir, ekki erlendir ríkisborgarar, heldur íslenska þjóðin. Það er málið. Við erum bara komin svo langt sko út fyrir allt sem við getum skýrt og það er kannski nákvæmlega það sem Baldur segir, við erum að elta kannski fámennan hóp sem að leiðir bara þjóðina frá öllu sínu samhengi. Mér finnst það svo skelfilegt að heyra sögur af fólki, eldra fólki sem að bara liggur heima, það getur ekki staðið í fætur, það er að reyna að standa á fætur, það býr aleitt, börnin orðin mínum aldrei eða meira, þau ná ekki almennilega að sinna þeim, fólki reyna að standa upp og dettur og meðan maður brýtur sig eða rifbeins brýtur sig og það er bara skellt heim aftur. Við erum ekki með 1 eða 2, við erum ekki með 10 eða 20, við erum sko með mörg 100 svona mál. Síðan kemur að úlingunum, við erum bara búin að, það voru 7 úrræði fyrir úlinga 2016, það er 1 eftir í dag og það tekur 4. Og síðast í fyrradag voru fréttir um það, nú er ég að taka bara kennsluna af þessu apparati sem það er niður frá, að við tökum bara kennsluna út, við rekum bara kennarana. Já, það breytist ekki þjónustan, við viljum bara sinna það vel. Ég bara skil þetta ekki lengur og sko hvers vegna er verið að gera þetta? Jú, það vantar eitthvað pening og af hverju vantar pening? Ég held að það sé alveg augljóst. Ef það liggja 100 milljarðar reiknaðir eftir aðjunkt í háskólanum, ég er ekki einu sinni viss hann hafi farið í lengstu afvegaleiður sem að þessu fylgja. Þannig að við erum bara konum með algjörlega nóg. Nú skal bara snúi við.